Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að forvitnast hvað er að gerast hér á stöðinni. Það eru frumsýningar og nýjum þáttum og allskyns. Velkomin, Nafna. Takk kærlega. Hvað segðu mér, það er alltaf að vera vitlaust. Þegar, ég og mig, alls konar nýtt í gangi? Já, þetta er ekkert lengur svona eitthvað sjónvarpsstöð sem er bara með einhverja línulega dagskrá. Við erum náttúrulega sjálfsögðu en við erum náttúrulega bara að höfða til alls konar áhorfenda og þegar maður fer yfir það, við höfum verið svolítið mikið svona bara, þú veist, við erum í að norðan, að austan, að vestan og vorum einu sinni með að sunnan og erum þá bara uppgötva maður hvað eru og leynast margar ótrúlega flottar sögur og það sá hópur ef við byrjum á ég og mig þáttunum. Það er alltaf hópur sem hefur ekki haft mikinn aðgang að sjónvarpi. En þetta eru krakkar sem kunna svo vel að vera samt á samfélagsmiðlunum. Þannig að við erum að gera þætti, við byrjum að gera 6 þætti, ég og mig, sem eru þá með og fyrir ungt fólk alls staðar á landinu og þeir eru teknir upp hér, norðanlands, sem skiptir miklu máli vegna þess að það er mjög erfitt fyrir krakka utan að landi að komast að í fjölmiðlum. Og þau eru svo mörg hérna frábær og hæfileikarík og þetta bara, við verðum einhvern veginn að sýna flóru landsins. Það er náttúrulega alveg bara það sem að N4 stendur fyrir, það er bara sýnum bara allt landi. Landið á miðin og allan aldur. Allan pakkan. Þannig að þessi þættir eru gerðir í samstarfi við uppbyggingasjóð sem að hérna á Norðurlandi eystra. Sem styrktu þessa þáttagerð og var bara með mjög framsýna hugsun, fannst okkur og við erum svona svolítið að fara þá leið með þessa þætti, við erum að fara í alla skólana, framhaldsskólana sem eru á þessu svæði. 2 þáttir búnir það ekki? Eða búið að frumsýna 2? Jú, og svaka viðtökur og þarna erum við náttúrulega, við vitum það alveg að ungt fólk er ekki að sitja fyrir fram að sjónvarp og bíða eftir hvenær byrja ég og mig. Þannig að þeir eru náttúrulega bara frumsýndir á Facebook leið og þeir eru frumsýndir hjá okkur. Og við erum voða mikið að fara þessa leiðina. Við erum svo mikið meðvituð það að þetta línulega áhorfi sjónvarpi er í raun og veru á undanhaldi. Það er, hvar erum við að hitta fólki fyrir? Við erum að, þú skrollar á Facebook og þú ert að leita einhverju sem þið langar að sjá. Og svo horfum við bara á því símanum. Þú gerir það. Endilega. Og krakkarnir eru svo vanir líka að kannski taka upp sjálfa sig, senda allskyns, þeir eru eiginlega með svona massífa sjónvarpsreynslu, þessi krakkar. Og það er svo fyndið hvað þau eiga auðvelt með að horfa beint í myndavél. Og bara, og það alveg, þau bara alveg upp með þessari tækni. Já, þau kunna hana svo vel. Þetta var ég og mig og svo var verið að frumsýna í fyrrakvöld þegar. Já, það er þáttur sem að ég er búin að ganga með í maður svolítinn tíma og er í raun og veru gengur út á bara að finna sögur hjá fólki, bara venjulegu fólki. Það þarf enginn að þekka þetta fólk til þess að koma í sjónvarp. Við þurfum ekki alltaf að tala við fræga fólki. Og það eru svo ótrúlega margar sögur til og þessi þáttur þarna í fyrrakvöld, hann var í raun og veru að fjalla svolítið bara manngæsku og þar hitti ég nýrnaþega og nýrnagjafa sem báðir eru búsettir hérna á Akureyri og þeir sögðu mér bara sínar sögur og manni hlýnar svo hjartað og jafnvel nýrað bara að heyra einhvern veginn hvað fólk er gott. Og tilbúið að gera. Og tilbúið að gera. Við ætlum að gera 10 svona þætti á árinu, einn í mánuði. Einn í mánuði, Og þeir verða líka sýndir bara á Facebookinni og svo náttúrulega má ekki gleyma að tímaflakkið, þar eru allir þessi þættir. Já, bara inn á n4.is, ekki satt? Já, sko, það er á heimasíðunni, við getum alveg fundið á þar líka. Já, bara í sjónvarpinu, tímaflakkið þar, tímaflakkinu og á vottinu. Þannig að við vitum alveg að fólk er bara að búa sér til sína eigin sjónvarpsdagskrá og við náum okkur bara í efnið þar sem við erum þegar við höfum tíma. Og við erum með svolítið magnaðar tölur, varstu ekki með tölur af áhorfi bara? Ég var bara að fá nýjustu tölur núna. Minnir að hafi verið einhver næri 700.000 sem horfðu á vídeóin okkar á Facebook í fyrra. Allt árið. Allt árið í fyrra. Og vorum mjög glöð með það. En núna fyrstu 6 vikurnar, ég þarf ekki veru á það. Það eru komið 370.000 það sem af er þessum 6 vikum.
Rosalegt. Já, og það er svo æðislegt, vegna þess að það er einhvern veginn svona, við hljótum að vera að gera eitthvað rétt. Það hlýtur bara að vera. Já, og þinn þáttur líka bara mjög vinsæll. Það, og gott að heyra. Já. Þannig að ég, sko, og bara núna í febrúar eru sko 252.000. Já. Þetta verður met ár, væntanlega. Það væri ægilega gaman. Fólk verður ekki að hætta núna. Nei, ekki ef við stöndum okkur. Þetta er ekki hægt að sýna fólki hvað sem er. Nei. Og við vöndum okkur í því og við erum auðvitað að hugsa og viljum fá góðar ábendingar og tökum fagnandi við öllu. Tökum fagnandi múti ábendingum. Já, heldur betur. Hér lokum við ekki og hér er ekkert svo sem, hér er voða flatur strúktúr. Þannig að við erum nú ekki með 9 sem erum að starfa. Það skiptast allir á eldhúsvaktinni. Já, það gera það. Ég geri það alveg til jafns við hina og Þannig þetta er og bara eins og af því að það er einn þáttur sem við vorum að byrja á líka sem heitir Ungt fólk og krabbamein. Já. Og erum að gera þessa þætti í samstarfi við Krabbameinsfélagið og Kraft. Já. Kraftur sem er félag... Það er ungir. Sem hafa reynst með krabbamein, stuðningsfélag þeirra. Já. Og þeir eru haldið på 20 ára afmælið og við ákvaðum bara að slást í liðið með þeim og bara vekja athygli á því þessu málefni. Þannig að alltaf síðasta miðvikudag í hverju mánuði út árið verðum við með spjallþátt við einhvern sem hefur eða er að glíma við eða hefur upplifað þetta á eigin skinni. 12 þættir. Já, við byrjum á 10 en við eigum alltaf 2 mánuði sem er sumari sem við höfum upp á hlaupa ef það fer. En allavega við erum alveg ákveðin í 10. Fyrsti þátturinn, hann fór í loftið hann í lok janúar. Já, Baldvin Rúnarsson. Já, og það voru nú ekki færri en sko 10.000 sem eru búin að horfa á hann bara á Facebookinni. Þannig að, og margir hafa tjáð sig að þessi drengur er náttúrulega algjör hetja. Og hann hefur svo margt að kenna okkur hinum að það er bara, og ég er einmitt að fara bara eftir að taka í næsta þátt, sem verður sýndur þá næsta miðvikudag. Og þetta er það sem þetta allt snýst um. Það er einhvern veginn að geta miðlað bara lífi, lífsreynslu og sögum fólks. Því að það er einhvern veginn það sem við viljum heyra. Við lærum á því. Já, og við erum mannverur bara sem að höfum tilfinningar og þetta er bara þó nokkuð flókið, en þetta er mjög áhugavert og nauðsynlegt. Og við höfum fengið sterk viðbrögð og góðar viðtökur við þessu. Og svo er konudagurinn á sunnudaginn. Og það er gaman, þú ert með smá tölu líka sko kynjaskiptingu hér á stöðinni. Já, það hefur einhvern veginn verið eðlilegt fyrir okkur. Við vorum nú 2 konur lengi, framkvæmdastjóri, ég og Hilda Jana. Við sögðum það strax, þetta áveri jafnt hlutfall kvenna í viðmælendatölurnar og þáttagerðinni. Og við erum 16 sem vorum á síðasta ári að gera þætti og það eru 8 konur og 8 kallar. Þannig að við erum 50 þar og síðan fórum við tölurnar, við fengum hingað 817 viðmælendur í þættina, föstudagsþáttinn og að norðan þáttinn, svona bara til að gefa einhverja mynd. Og það voru 412 konur og 407 kallar. Þannig að við erum bara mjög meðvitað, þetta verður að vera. Þetta er bara svo eðlilegt. Við erum jafn margar konur. Við erum jafn margar. Og bara vinnum saman að því. Ég veit, af því ég er gamall fréttamaður, ég veit að það er oft erfiðara að ná í fréttunum vegna þess að svo miklu fleiri karlar hafa verið að stýra og stjórna fyrirtækjum og í pólitík. Þannig að það verður ekki fyrir að það verður líkorði jafnt, en við megum samt að hafa það í huga. Og það er, ég er búin að vera í bransanum í 25 ár og ég veit að ég man ekki, það er ekkert fleiri konur sem hafa neitað mér viðtal heldur en kallar. Þetta er bara, það er ekkert flókið að fá konur í viðtal. Það er mýta. Og hana nú. Tíminn er hleypinn frá okkur. Ég veit. En takk hella fyrir að koma og segja okkur frá og gleðilegan konudag. Já, sömuleiðis.